Þá er komið að lokunum hjá okkur í þessum fyrirlestri og þessu fyrirlestrum þessar missiris. En förum aðeins yfir hvernig lokaprófið verður og þetta verður náttúrulega öðruvísi í ár en það hefur verið öll þau ár sem ég hef verið að kenna og bara til þess að við undirstrykkum það í byrjun þá erum við öll svona, já, það eru allir í skrýtnum aðstæðum og ég tek til þess og ég vona að þið takið líka til þess fyrir mig að því leyti að ég er að prófa eitthvað alveg nýtt og já, við gerum alltaf okkar besta bara. En lokaprófið verður svo miðvikudaginn 11. desember frá 9 til 12 samkvæmt próftöflu. Ég á eftir að senda núna inn staðfestingu, það var verið að biðja um það bara í tölvupósti sem kom áðan frá deildinni um það að staðfesta hvernig prófið verður og hvort það þurfi einhvern auka tíma og ég held að það verði bara eins og önnur fjarpróf að það sé einhver auka tími í þetta svona bookkeeping eða svona utanumhaldið sem þá í raun að koma sér í gang og klára já, þetta er föstudagur lögana strax eitthvað hef ég verið í ruglinu þannig föstudaginn svona og prófið verður svo bæði á íslensku og ensku og samkvæmt því sem ég hef fengið upplýsingar þá er þannig að það verður eins og fyrir lokapróf að allar spurningarna verða bæði á íslensku og ensku. Það verður í grunninn á íslensku og svo verður fyrir neðan verða svörin á ensku. Nei, ekki svörin, heldur spurningarnar og svo möguleg svör til dæmis í krossunum verða öll á ensku fyrir neðan. Já, þannig að þó svo að þetta sé í próftöflunni núna þá gerir ég ráð fyrir að verði til 12:15 en ég eftir að staðfesta það og það verður bara kemur fram og þau eitthvað sem að hafa lengri prófatíma þá hann í raun sjálfkrafa bætt við af uglu í gegnum Inspira og það virkar allt saman rétt og satt þar og skiptingin á lokaprófinu mun verða svipuð og seinustu ár bara aðalega þannig að ég sé ekki að prófa að breyta ykkur miklu í einu en þannig að við verðum í raun með cross-spurningar sem verða ca. 30%, síðan verða einhverja forritunarspurningar sem verða ca. 40% og ritgerðarspurningar ca. 30%. Hugsanlega verða fleiri cross-spurningar og þá einhvern veginn blandaðir inn í þá forritunarspurningarnar. Já, auka 15 mínúturnar, ég kem að því hérna eftir smá, af því að það er auka sem þið þurfa að gera. En þess að prófið, nei, það er ekki dregið niður fyrir röng svör, ég setja bara hérna jafnóðum ekki dregið niður fyrir röng svör svona já, svo þetta verður opið próf í Inspira sem þið þá í raun að þið hafi í raun bara þið opnið þetta í vafra og þið keiri prófið og það verður engar lokanir eða neitt af minni hálfu eða kerfisins hálfu en þið þurfið að skrifa undir heiðursyfirlýsingu þar sem að þið munið í raun skrifa undir það að þið séu að framkoma prófið ein og án aðstoðar og veitið ekki öðrum nemendum aðstoð á meðan að prófinu stendur og þið þurfið að senda þetta inn með prófinu og þið verðið annarkvort að prenta þetta út eða skrifa ákveðna yfirlýsingu sjálf og skrifa síðan undir skanna eða taka mynd af þessu og senda þetta með. Þannig að þetta er í raun það sem þið fáið auka 15 mínútur til þess að gera, en þetta mun í raun vera, ykkur verður senda þetta áður en þessu deginum eða dögum áður en prófið kemur, þannig að þið getur verið búin að gera þetta og haft þetta tilbúið og það verður ein spurning þar sem þið þurfa að upplóta þessu inn í prófið og í raun þetta er þá bara okkar samkomulag það að þið vinnið þetta ein og óstudd og prófið verður sem sagt án hjálpagagna sem þýðir það að þið getið ekki eigið ekki að vera að nota námsefnið meðfram og þið ekki að vera að nota Google á meðan og þið alls ekki að vera að hafa samskipti ykkur á milli á meðan að prófið er í gangi og já, yfirlýsingu það
já, þannig að þið fáið þetta fyrir, en við munum líka hafa eitthvað, ég er með template sem ég á bara eftir að fylla inn í og setja upp, sem að ég mun síðan senda ykkur þannig að þið sjáu bara hvernig þetta verður. Og ég ætla að gera það sem núna, bara meðan ég er að klára að læra og vita hvað er að make a sense fyrir mig til þess að setja upp prófið, að þá ætla ég að setja upp alla típur af spurningum sem ég muni verða á prófinu og setja í pröfupróf sem að ég mun senda á ykkur bara einhvern tíma núna í vikunni og verður opið í raun bara fram til eitthvað, þú veist, 1. des eða eitthvað svoleiðis, þannig að þið getið þá farið inn ef þið viljið, tekið þetta æfingapróf, séð hvernig þessi heiðursyfirlýsing verður, hvernig þið setjið hana inn, hvaða típur af spurningum verða, hvernig það verður, hvort sem það verður í raun, þú veist, inspiraðið með möguleika því að keyra eitthvað forritun og boot og þú veist, þið getið þá fengið eitthvað expected input og output og ég er að skoða þetta, sjá svona hvað make a sense, ég vil ekki vera með eitthvað sem er of flókið eða geti orðið óskiljanlegt eða ruglandi, þannig að ég geri þetta, en bara til þess að við séum öll á sömu blaðsíðunni, þá mun pröfuprófið innihalda alla típur af spurningum og möguleikum á svörum og raunprófið mun gera. Þannig að ef að þið eruð óviss það hvernig þetta þá bara endilega, þú veist, spyrjuðu mig eftir að þið eru búin að fara yfir þetta, en farið yfir þetta þegar það verður í boði og í raun bara til þess að fá tilfinningu fyrir því hvernig þetta verður. Já, þannig að þetta mun í raun simulera raunprófið að öllu leyti, nema að vera bara náttúrulega miklu styttra og með bara annarkvort einhverjum spurningum sem ég er búin að retrofitta úr gömlum prófum eða bara einhverju bulli. Síðan eru eldri lokapróf, þau eru undir skjölum og í prófasafni í Uglunni og þá eru einhverju nemendur búin að staðfesta fyrir mig að þau sáu það og ég var búin að skoða það líka og það eru prófin frá 2014 held ég, þannig að það eru öll lokaprófin sem ég samdi pluss lokaprófin sem var samið og haldið í fyrra sem ég skrifaði ekki, sem var 2019. Ég er síðan líka búin að taka saman lista af atriðum sem að verða á lokaprófinu og ef við skoðum í raun hvernig það lítur út, já, verðum við á Zoom á meðan prófið er í gangi. Það er ekki krafa það að þið séuð á Zoom á meðan það er í gangi. Ég ætla að bæta hérna við bara stundur. Ég verð þess að allan tíman á meðan próftíminn þá verði ég til staðar og verð aðgengilegur. Þið getið hringt í mig eða sendt með tölvupóst. Þannig að þið ekki að vera með kveikt á Slack á meðan í prófinu. Og ef að þið viljið þá getum við í raun þá get ég sent ykkur link á Zoom og við getum tekið þannig ef að þess þarf, ef að þið lendið í einhverju þar sem þið þurfa að geta sýnt mig hvað er á skjánum og þá getum við gert það í gegnum tölvupóst, en ég verði í raun bara fyrir fram á tölvuna og í raun gefa ykkur allan þann tíma sem möguleiki fyrir mig sem þið í raun að ég mun vera kannski frekar svona praktískur í því hvernig ég tek á svörum, þannig að þið verða myndið ykkur vel að hverju þið ætla að spyrja, verið með hnitmiðaða spurningu og ég gef ykkur gott svar og ég get og ég get líka bara kíkt á ykkur seinna, þannig að þið getið haft spurningu, ég get síðan látið ykkur vita einhverju seinna, ég get hringt ykkur tilbaka eitthvað svoleiðis, en þetta er svona það sem er kannski mest stressandi fyrir mig, í raun að vera hvernig þetta mun ganga, af því að yfirleitt hef ég gengið á milli allar stofana og verið í raun aðgengilegur ykkur á meðan að prófinu stendur og í raun þá geta rölt á milli líka spurt hvað sé og hvort einhver sé vandræðum proactively en já, þannig að tölvupósti eða í síma eigið ekki að hafa kveikt á Slack á meðan prófið stendur.
svona. Þannig hérna, tek þetta saman hérna. En já, þessi atriði, þannig að ég tók þau saman hérna í þetta og ég skipti þeim niður. Venjulega hef ég sett þetta þannig að þetta er í raun skipt bara eftir og eru bara svona spurningar yfir höfuð, sem eru þá í raun bara þessi aðalatriði, sem eru þá í raun aðalatriðin var það sem ég fór yfir núna í yfirferðinni. En ég skipti þessu núna upp í þessa 4 kafla, mjög líkleg atriði og þau munu koma á lokaprófinu. Öll þessi hérna grunnatriði, HTTP, framendi, þetta hérna HTML og þessi hérna, eitthvað að þessu hérna, aðgengi, CSS, eitthvað að þessu hérna, Progressive Enhancement, Responsiveness, Git, þessi partur af JavaScript, asynchronous forritun, JavaScript og Vaverin, HTTP og Ajax. Fyrir öll þessi hérna atriði mun eitthvað koma í einhverju spurningu. Líklegast munu allar ritgerðarspurningarnar og forritunarspurningarnar, það er svona 90% líkur að þær séu allar úr þessu, með einhverju kryddi úr þessum næsta flokki hérna. Þannig að þetta er það sem að þið ættuð öll að vera með á hreinu. Síðan kemur í raun fyrir neðan þetta eitthvað sem er líklegt, sem þýðir þá að það munu vera einhverja cross-spurningar sem munu vísa í þetta. Þetta munu hugsanlega vera einhver undirspurning eða vísað í þetta í einhverjum atriðum sem eru hérna fyrir ofan. Og þá er það eins og hérna hvernig á að vísa í efni, hvað er CSS reset, til hvers notum við object fit, hvernig vinnum við með það með myndum, hvað er use casein fyrir það, hvernig höfum við notað það, og alls konar hérna. Síðan komum við yfir í ólíklegt, þannig að það er hugsanlega 1 eða 2 atriði hérna sem munu koma fyrir í krossaspurningu, en annars er þetta eitthvað sem er vert að vita hvað er, en hérna forgangsraði hinu og undan. Síðan að lokum er í raun eitthvað sem kemur ekki fyrir, þannig að það verða engar spurningar út í þetta í prófunu. Það þýðir samt ekki að þið megið ekki vísa í þetta, til dæmis ef það er ritgerðarspurning sem vísar í eitthvað sem tengist við af hverju, hvað er doctype, af hverju notum við doctype, sem er mjög ólíkleg spurning notabene, en þá getið þið talað um SGML, eldri vafra og vafrastriðin. Já, svo er náttúrulega hérna doctype, þannig að það er ekki spurning. En ef það er spurning um hvernig er best að snyrtilegast, hvað er að skrifa snyrtilegt HTML, hvernig myndu þið skrifa HTML ef þið værið yfir teymi sem ætti að búa til einhvern vef. Þá getur þið vísað í XHTML og vísað í XML þaðan. Já, þannig að þetta vonandi hjálpar okkur við það að fara yfir þetta og undirbúa okkur undir prófið, ásamt því að það sem er mjög líklegt og líklegt er það sem er í upprifjuninni, svona mestu leyti. Ég náttúrulega hljóp hratt yfir þar. Það eru aðalatriðin, þannig að það er í raun það sem ég mun byrja, það er kjötið sem ég mun byrja að skoða, það er efni sem ég mun byrja að skoða þegar ég er að semja hérna lokaprófið og mun fara upp á svona 80% og svo verður restin hérna eitthvað úr þessu, 90% restin verður hérna úr þessu hér. Já. Þannig að við erum með þetta og svo er einkunnin, hún er þannig reiknuð að verkefnahlutin, þau verkefni sem þau eru búin að skila og eru að fara að klára að skila núna, gilda 60%. Lokaprófið gildir 40% og þeir verða að ná bæði verkefnahluta og lokaprófið með lágmarkseinkunn 5. Skiptingu í prósentu eftir námsefni. Ég get skotið á það, setjum það bara hérna inn. Setjum hérna gróf skipting á námsefni. Ég myndi segja að grunnhugtök cirka, getur bara hérna svo að sjá hvað er skrifa.
cirka 10%, HTML cirka 20% og þá HTML, aðgengi, SEO og erum bara þetta, þú veist, að þetta svo mikið svona grundvöllur aðallu, þannig að þú veist, það allt hei, þið að fara að gera eitthvað CSS og það gefa eitthvað HTML og þá þurfa að fá þá þurfa að skilja hvernig HTML virkar og hvernig þið sækið úr því og svoleiðis. Síðan erum við með CSS með endurgjöf á hópverkefni 1. Já, það nú algjörlega málið að það sé komið sko, en ég ekki 100% viss hvort að þegar ég skoða seinast á fimmtudaginn, það var nú eitthvað eftir, en ég íti á þau núna dæmendumkennarann að klára eins og þau geta fyrir part vikunar. Má sjá 20%, má sjá ég bara fá hérna tæki og tól 10%. Sko, ætli það sé ekki svona 30, það sé ekki svona cirka svona. Jú, ég held að þetta sé bara frekar líkleg skipting á þessu. Mjög gróf skipting. Ja, innan svega. Svona. Síðan verður það þannig, já, heyrðu. Þetta allt svo, maður að hugsa svo mikið á fótunum hérna, sko. Sko, forritun- og ritgerðarspurningar. Hafið 3 af 4. Þetta hefur verið þannig að þegar þetta var á pappír, þá var ég með í raun 4 spurningar og þið gátuð, þá var möguleiki að svara þeim öllum og 3 bestu gilda, en það afskaplega mikið meira vesen í þessu tóli, en hins vegar stuðningur þar til þess að þið í raun fáið 4 spurningar, en þið þurfa að velja 3. Þannig að það í raun, þið veljið þær 3 spurningar sem þið viljið svara. Og tengt því, þá hérna spurning hérna, sem svona þessi klassíska 4. spurning sem ég hef alltaf haft á öllum prófum. Og það í raun bara svona rosalega opin spurning, þar sem að þú, kæri nemandi, ert bara spurður hvernig myndir þú útfæra þetta? Hvernig myndir þú gera svona verkefni? Hvernig myndir þú skipuleggja teymisvinnu ef að þið eiga að framkvæma svona verkefni? Og þetta í eðli sínu viljandi svona opið, þar sem þið hafið þá tækifæri til þess að skrifa og tengja saman alla þræðir í gegnum allt námsefnið. Þetta ekkert endilega spurning fyrir alla, en þetta spurning fyrir suma. Þess vegna hef ég verið með þessar 4 spurningar. Þess að þetta ein af þeim og hinar eru þá yfirleitt eitthvað sem aðeins meira lokara og aðeins augljóslara hvað verið að biðja um. Sjá, þannig að ég uppfærði þetta hérna. Sko, síðan þetta prófið frá því 2018. Já, þarna í þessari spurningu, ég vil ekki segja ykkur nákvæmlega hvað ég að leita að þegar þið fáið svona spurningu, en jú, þetta í raun bara, þarna þið að draga lærdóminn af því hvað búin að gera í hópverkefnunum. Hvað virkaði vel í hópverkefnunum, hvað virkaði illa. Virkaði til dæmis vel að vera með ákveðna fundi, virkaði vel að skipta það niður svona eða hinsegin, virkaði vel að nota Git, virkaði vel að nota svona tól. Myndu þið nota tól, myndu þið ekki nota tól, hver eru kostir, hver eru gallar. Þið getið í raun bara farið víðan völl og þarna í raun getið þið bara myndað ykkur, bara búið til einhvern heim þar sem þið eruð að gera þetta og getið vísað í alls konar. Hvernig þetta myndu þið struktúra HTML, hvernig myndu þið nota CSS, þið getið í raun fókusað inn á einhvern ákveðin, alveg niður í einhvern detail, bara eitthvað, ég myndi vilja gera geðveikt CSS animation og þess myndi ég gera svona og ég myndi hugsa þetta og það ekkert, þetta viljandi opið. Ef það eru 4 spurningar þurfum við að velja 3 og sleppa einni.
Nei, já, það er þannig. Út af því hvernig kerfið setur þetta upp. Þið verðið í raun, þið fáið 4 spurningar og þið veljið hvaða 3 spurningar þið svarið. En sem sagt, svörin verða eins og þetta hérna, spurningarnar og þetta, að þetta verður alltaf bara íslenska, enska. Þannig að þið sjáu hérna íslenska og enska. Íslenska, enska. Nei, það verða engin hjálpargögn. Og það er aðalega út af því að ég held að þið myndu bara lenda í einhverjum vandræðum ef þið verið að fara í einhver hjálpargögn, en í staðinn þá reyni ég eins og ég get að gefa ykkur það kontekst sem þið þurfið að þið leiti þið þurfið ekki að fletta einhverju upp, sem er það sem ég myndi vilja leyfa ykkur, en ef þið fyrir að fletta einhverju upp þá getur það bara valdið meiri vandræðum. Þannig til dæmis hérna þá er þetta svona tossalisti fyrir Git. Þannig allt sem þið þurfa að vita er þarna, pluss aukalega meira, en allt sem þið myndu hugsanlega þurfa að fletta upp eða leita að í námsefninu er til staðar. Þannig að hérna er þetta tekið saman og þið þurfið ekki að fara að púsla saman úr ykkur fleiri hlutum. Hvað er í gangi? Jú, það er alltaf bara 1 rétt svar við hverju krossaspurningu. Ekki dreigni fyrir aðeins 1 rétt svar við hverri. Og þið getið séð í raun í öðrum eldri forritum, lokaprófum, þá hefur verið svona tossalisti fyrir Flexbox. Þið getið líka bara spurt mig bara live, þið þurfum ekki að skrifa þetta allt, þið getið bara unmutað ykkur, það er allt í lagi, ef þið viljið. Já, þá hefur verið fyrir Flexbox, það hefur verið fyrir eitthvað annað í CSS. Síðan munum við hafa eitthvað svona dæmi þar sem við erum með einhvern JavaScript kóða og línurnar eru merktar hérna og þeir eru beðin um að gefa upp eitthvað, hvað er að gerast eins og hérna. Þetta er mjög líkleg spurning að komi og það sé einhver svona sem að þið lesa í gegnum asynchronous kóða og þeir eru að segja til í hvaða röð hann keyri. Fyrst er lína 1, svo er lína 5, svo er lína 2, bla bla bla, eitthvað. Og síðan eitthvað svona, lesa og sýna skilning á kóða, sýna skilning á því að eitthvað sé bilað, eitthvað sé ekki nógu gott, eitthvað megi bæta. Hérna hvað er sérstætt við línur 5 og 21, þannig að þið þurfum í raun að lesa hvað á línu 5 og 21, 5 og 21 og það sem er sérstætt við það er að það er verið að möndla hérna með this, svo það sé í raun rétt vísað í það þegar það er kallað í það. Þannig að þá þurfum við að geta skoðað, þið þurfum að vita af hverju this er, þið þurfum að vita hvað bind gerir, þið þurfum að vita hvað event listener gerir. Lausnir á gömlum prófum er ekki hægt að skoða, hins vegar fór ég yfir lokapróf í 2018, 2017, 2016, þannig að það eru til í raun hérna einhvers staðar upptökur og fyrirlestrum. Ef við skrólum hérna niður þá er þetta fyrir nokkrum árum, mjútum þessum gaur hérna, mjög skrýtna rödd. Þá förum við hérna og þá er ég að tala og fara yfir í raun hvað er í, og í raun segja hvað er svarið við hvað, lesa yfir og tala hvað er í gangi með hverja spurningu. Ég ætla að gera það núna en ég taldi bara tíminn var ekki nægur, þannig að það sem ég get gert og það sem ég skal gera er að senda ykkur tölvupóst, bara announcement inn á hérna, Canvas, þar sem ég læt bara fylgja með lykilinn að þessu prófi sem er þá í raun rétt svör við öllum hérna, krossaspurningunum og stikkorðin og svona þessi atriði sem ég var að setja niður þegar ég var að leita eða þegar ég var að skrifa spurningarnar, þess að hvað ég var að leitast eftir. En það er náttúrulega í svona spurningum þá
þá er þetta bæði ekki vera of mikið að reyna að veiða eftir einhverju með því að skrifa alls konar eitthvað heldur, en hins vegar ekki líka skilja þetta eftir tómt. Þannig að skrifið eitthvað sem þið haldið að sé, eitthvað sem það er ekkert, í versta falli þá fáið þið bara ekkert stig fyrir þetta, en í besta falli þá náið þið hugsanlega að fara í rétta átt. Þannig að það er ekkert, mér finnst ekkert leiðilega en að fá bara tóm svör. Og svo náttúrulega samaskapi maður með prófið að ég mun reyna að hafa það í, já, það er ekki hægt að gefa hlutastig eða ekkert að skrifa, nákvæmlega, það er það sem er málið. Ég á líka bara eftir að sjá hvernig það er og hvernig mín tilfinning verður með spurningarnar og svörin í Inspira, hvernig, prófið mun ekki verða efnismeira en þetta próf og það mun líklegast vera efnisminna og það mun hugsanlega einhverju leiti verða auðveldara í svörun að því leiti að þið þurfa að skrifa minna. Ég gerir samt ráð fyrir því almennt að það sé þægilega að skrifa á tölvu en með blýanti eða penna, en það náttúrulega á ekki við alla. Þannig að eitthvað mun hugsanlega verða að þess vegna ég skoða til þess að það er að fá svona hotspot þar sem þið fáið einhverja mynd og því að klikka á, þannig að í staðinn fyrir að vera með eitthvað svona eins og einhver spurning það er að finna ýmislegt að þessum kóða, nefndu að minnstakosti 7 atriði og útskýrðu hvað mætti betur fara og af hverju, þannig að þá gæti hugsanlega verið að þetta væri mynd af kóða og þið getur klikkað á og sagt eitthvað, það myndi samt ekki virka fyrir þessa spurningu, en hugsanlega get ég búið til einhverja aðra spurningu sem það myndi eiga betur við. Það verður svona spurning. Mér finnst það er mjög góðara þegar þá þurfum við að lesa yfir eitthvað kóða, þið þurfum ekki að skrifa kóða sjálf, en þið þurfum að lesa kóða og þið þurfum að sýna fram á að þið vitið og skiljið hvað er að vera. Og þið skiljið í raun af hverju eitthvað er ekki í lagi. Hérna vantar allt text á myndir. Hérna er inndrátturinn eitthvað funky á einhverjum hlutum hérna. Og ég tek meira saman í þessu sem ég senda á okkur fyrir prófið. En já, spurning. Nei, þetta verður algjörlega í Inspira. Þannig að ég er alltaf búinn að sjá hana dóttur mína sem er í framhaldsskóla að vera að taka myndir og það hljómar eins og það sé ótrúlega mikið vesen, bæði fyrir mig og síðan fyrir ykkur. Aðalega mig. Þannig að þess vegna er ég að reyna að skoða hversu langt ég get stressað þessa virkni í Inspira til þess að gera próf sem að ég er sáttur við. Kannski? Nei, þetta verður ekkert eitthvað sem verður eitthvað bara svona fárlega labor intensive eða útrúlega stupid, vonandi ekki. En talandi stupid, þá hef ég aldrei skrifað próf sem ég hefur ekki komið upp þegar að nemendur hafa farið þó svo ég hef fengið yfirlestur, lesið yfir sjálfur margoft að ég hef gert próf sem er án bugga, þannig að þið getið alveg ef þið sjáuð eitthvað finnst eitthvað skrítið þá er algjörlega málið að láta mig vita. Ég var reyndar að skoða bara áðan og ég held að það virki ekki eins og ég held að ég geti senda ykkur einhverja tilkynningu meðan þið eru að taka prófið sem myndi koma eitthvað svona í kerfinu. Þannig að hugsanlega ef eitthvað kemur upp og það er eitthvað svona sem er bara eitthvað sem ég get ekki bara lagað í yfirferð eða gert ráð fyrir yfirferð, bara eitthvað, það er bara eitthvað major vesen, að þá mun ég senda út tölvupóst á ykkur, þannig að þið getið haft tölvupóstin ykkar opinn og þá bæði til að senda á mig spurningar og til að sjá ef það er eitthvað sem kemur upp. Já, heyrðu, takk kærlega fyrir. Og þú fær bara 5 í staðinn, sem er bara meðal, er það ekki? Góð díl. Ok, við ræðum þetta. Já, þannig að
já, þið megið hafa krassblöð við hliðina á okkur. Ég meina, ég er ekkert, þessar hryllingssögur sem eru búin að lesa af því hvernig fólk er að setja fyrir sér próf út í heimi er bara hrikalegt, sko. Þannig að ég er bara að treysta ykkur og þið eru fullorðin og þið eru hérna ekki til þess að fá góða einkunn, heldur bara til þess að læra og jú, til þess að fá góða einkunn. En ég meina, það er ekki eitthvað sem við viljum ná fram með svindli eða einhverju sem er svona skuggalegt eða á gráu svæði. Ef þið eru óviss um eitthvað, spyrjið mig, en auðvitað megið hafa tómt blað fyrir framan ykkur og krassblöð eða tústöflu eða eitthvað sem hjálpar ykkur við að hugsa, hjálpar ykkur til að reikna þetta út eða vinna ykkur í gegnum hlutina. En ekki vera gagngert að leita ykkur aðstoðar eða veita aðstoð til annarra sem eru að biðja um það. Þegar maður hefur náttúrulega heyrt um það, en ég vil trúa því að það sé undantekningin en ekki almenna reglan. Já, hafa eitthvað svona til að tala við. Ég er hérna með Fólat Hermann hérna og ég er líka með Búdda. Það er gott að hafa eitthvað svona til þess að tala við og veita manni ró svona þegar maður er að vinna í gegnum þetta. En þetta er alltaf Já, nákvæmlega. Já, eins og Áslaug, hún var að nefna þetta hérna nákvæmlega. Þetta er náttúrulega bara þetta er nýtt fyrir mér og nýtt fyrir einhver með einhver ykkar hafa tekið svona próf. Þannig að ég vona alltaf besta og sendi á okkur bæði þess að lykilinn fyrir þetta próf og þetta pröfupróf núna í vikunni. Það sem þið getið fengið í raun tilfinningu fyrir því hvernig þetta verður og vonandi bara verðið bara hress með þetta en ef það er eitthvað óvisst þá getið þið senda með línu tölvupósti, þið getið talað við námsráðgjafa, þið getið talað við deildina, þið getið stönd mér á Slack, þið getið talað við samnemendur ykkar, þið getið hópað ykkur saman til að spyrja spurningar. Bara ekki þjást í einrúmi, það er það versta. Þannig að ef það er ekkert fleira núna þá ætla ég bara að segja þessari efnis yfirferð og þessum kúrs svona formlega lokið fyrir utan lokapróf. Það er dæmatíma núna 5. og 1. dag. Ég verð til staðar frá 4:30 á morgun fram eftir kvöldi svo þið þurfið aðstoð við. Ég var líka núna, það eru 2 aðilar búin að biðja mig um að heyra í sér. Já, hvað er langur tími aukalega fyrir þá sem eru með lengri tíma? Ég held að það sé bara nákvæmlega sama og ef það er fysiskt próf eða þú mætir á staðinn. Og ég veit ekki, það er mismunandi held ég eftir fólki. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig það er, en þið getið talað við námsráðgjafana til þess að fengið nákvæmlega staðfestingu á því hversu langt það er og hvernig það fer fram og hvernig það er. En ég sé allavega í Uglu, það er merkt við einhverja nemendur sem eru með lengri tíma. Já, það er einmitt það sem ég held 15 mínútur aukalega á klukkustundi það sem ég sé almennt, en ég veit ekki hvort að það sé alltaf, en þetta ásett bara að vera allt saman rétt samkvæmt reglum skólans. Já, það er að ég ætla bara að stoppa núna og bara gangi ykkur það allra best bæði í þessu lokaprófi, hinum lokaprófunum og vefforritun og forritun og lífinu.